heiti Sara Pálsdóttir, með mér Einar Gautur og yfirskrift fundarins í kvöld líf í öruggu trúar trausti. Og við ætlum að byrja hennar funda og biðja fyrir fundinum. Já, góði Guð, við bara leggjum þessa stund í þínar hendur og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú ert hérna meðal okkar. Ég þakka þér fyrir að þú ætlar að lækna í kvöld, þú ætlar að leysa og þú ætlar að gera stórkostleg kraftaverk og blessun í lífi allra þeirra sem að hlusta og horfa í Jesú nafni. Amen. Amen. Komið sæl þeir sem að detta live inn á Facebook, endilega íta á að læka hjarta ef þið heyrið í okkur. Við erum búin að taka á móti fyrirbænum og ætlum að biðja fyrir fólki í lok stundarinnar og eins og alltaf þá erum við með hugleiðslubæn líka í endanum á stundinu, þannig að ekki missa af henni. Og við ætlum að kafa hann í efni sem snertir okkur öll og það líf í öruggu trúar trausti. Og það þannig að meðan við erum hérna á jörðinni þá lifum við í heimi sem fallinn. Þetta heimur sem myrkur og að því virðist stundum óöruggur og jafnvel hættulegur. En Guð sem okkar faðir og Guðs ríkið, ríki hans, það okkar raunverulega heimili. Og við höfum val og vald til að velja hvar ætlum við að dvelja, hvar ætlum við að lifa, hvar ætlum við að festa rætur okkar. Og Guð kennir okkur allt sem við þurfum að vita til þess að iðka þetta val sem hann hefur gefið okkur. Heimurinn Guðsríkið. Og mér langar til þess að nefna að Einar var með mjög magnaða predikun Guðsríkið fyrir ekki svo löngu núna í febrúar og þessi þáttur inn í grúppun okkar, inn í Facebook-grúppun okkar, Biblíu og bænahópurinn Frelsi og lækning. Þannig hvet ykkur til þess að horfa á hann. Og Jesús sagði, Guðsríkið hér núna. Það innra með ykkur. Og þetta valið sem við stöndum frammi fyrir. Hvar ætlum við að lifa í heiminum, það sem myrkur fallinn, eða í Guðsríkinu, það sem ekkert myrkur, engin ótti, engin hætta, engin sjúkdómar, bara ljós og friður og fegur, heilagur andi, líf í öruggu trúar trausti. Og þetta ekki bara ákvörðun og val sem við þurfum að taka í hjart okkar, heldur þetta líka æfing. Og því lengur sem við göngum með Guði, því meira sem við grundvöllum hjart okkar í orði Guðs, lesum í Biblíunni, eyðum tíma í nærveru Guðs, í hugleiðslu og bæn, því betur förum við að þekkja Guð og því auðveldara eigum við með að lifa í Guðsríkinu núna frekar heldur en í heiminum. Þetta líka stundum kallað að lifa í andanum eða holdinu, að fara út myrkrinu og inn í ljósið. Jesús ljósið. Jesús ljós heimsins og hann sagði, sá sem fylgir mér, það aldrei framar að gangi í myrkri, heldur gengur og lifir í ljósi. Og mér langar svo að koma með nýlegt dæmi þetta, nákvæmlega þetta, úr mínu eigin lífi, bara sem að gerðist í gær. Og það var þannig að við fórum öll fjölskyldan saman upp í Bláfjöll á skíði. Og ég búin að vera að skíða þjálfa strákana mína undanfarin ár og mestu núna í vetur og leggja mikla áherslu á þetta. Þeir bara að verða frekar góðir á skíðum. Og ég fór með yngri stráki minn daginn í Bláfjöll og ömmu hans og þá fórum við með hans í fyrsta skipti í stólaliftu. Og það var rosalegt stökk frá að vera bara í barnabrekkunum, í diskaliftinu yfir að fara bara í stólaliftu í alvöru brekku. Og það gekk rosalega vel. En eldri strákurinn minn átti eftir að stíga þetta skref og við ætluðum að gera það með honum í gær í Bláfjöllum. Og Einar fór með okkur en hann á ekki skíði og hann festist þarna í einhverjari biðröð í skíðaleigunni. Á meðan ég og strákarnir vorum komin í brekkurnar. Og við byrjuðum að fara þarna 2 ferðir í barnabrekkunni og það gekk bara mjög vel en síðan var bara eldri strákurinn sem 9 ára tilbúin að kýla á þetta. Bara fara í stólaliftuna, fara bara í alvöru brekku. Og ég var svona aðeins smá svona, var ekki alveg örugg, já, treysti ég mig til þess að fara ein með báða strákarna í stólaliftuna eða verðum að bíða eftir Einari, en svo fann ég bara innra með mér að Jesús var að segja við mig, þetta allt í lagi, ég með þér, þú veist, gerði þetta bara. Og þá bara fekk ég hugrekki og styrki sem ég þurfti til þess að kýla á þetta. Þannig að ég fór með báða strákarna í stólaliftuna. Og ég var búin að útskýra vel fyrir eldri stráknum hvernig þetta virkaði og hvernig þetta undirbúin vel fyrir þetta
og allt gekk bara rosalega vel og við bara vorum komin í lyftuna og hún bara farin upp og svo fyrir hún herra og svo allt í einu þegar við erum komin alveg lengst mjög hátt upp, eðlilega, þá kemur hræðsla í eldri strákinn. Og ég sat að því yngri strákurinn, hann bara 5 ára, hann svo lítill ennþá, ég þarf að halda svona utan hann og eldri strákurinn byrja að segja ég er hræddur og ég sé að hann bara svolítið að panikera og fríka út og ég veit alveg að það er mjög öruggt að fara í stólalyftu og í rauninni eina hættan sú einmitt ef maður panikerar. Af því að þegar maður panikerar, hvað gerist? Það kemur fátamann, maður fer að hreyfa sig, kannski asnalega, dómgreindin fer í burtu og það einmitt á þessum stundum sem að eitthvað slæmt getur gerst eða að slysin verða. Og ég fann að þessar hugsanir voru að leita á mig en ég leyfði þeim ekki að taka yfir og við vorum þarna í stólalyftinu í 10 metra hæð og ég byrja bara að biðja í huganum mínum og biðja Jesú að hjálpa mér að róa drenginn. Og á sama augnabliki þá fann ég þessa fullvissu í hjartanu að ég gæti verið í öruggu trúartrausti að þetta myndi fara vel, að þetta yrði allt í lagi, að Jesús var þarna með okkur og hann var að passa okkur. Og ég byrja að tala við drenginn og tala út líf og ljós og ég fer að segja við hann, þú ert alveg öruggur, Jesús að passa þig og það allt í lagi með þig. Þú ert algjörlega öruggur, Jesús með þig, það allt í lagi með þig. Og síðan baði hann að endurtaka eftir mér. Ég alveg öruggur, Jesús að passa mig, mér líður vel. Og hann endurtók þetta eftir mér, svona 2-3 og þegar hann var búinn að gera það, þá var hræðslan algjörlega farin, hann var farin að brosa og honum leið vel og restin af ferðinni var bara frábær. Við fórum alveg upp á topp, skíðum niður og þetta var stórkostleg fyrsta ferð í stólalyftuna. Og sjálfstraustið hjá mínum 9 ára dreng stækkaði alveg nokkra sentimetra við þetta. Af því að hann sigraði hræðsluna og hann gerði það með því að fókusa á Jesús, með því að fókusa á ljósið og með því að gera þetta þá gat hann stigið út úr hræðslunni, út úr myrkrinu og yfir í ljósið þar sem að hann var í öruggu trúartrausti. Með því að setja fókusun á Jesús, með því að velja að tala út ljós, tala út trú. Ég öruggur, Jesús passa mig, mér líður vel, þannig gat hann stigið út úr holdinu sínu, þar sem að hræðslan, óttin og óryggi og yfir í andan, þar sem að friðurinn, öryggið, hugrekkið og traustið Eða með öðrum orðum, hann steig út úr heiminum og inni í Guðsríki. Heimurinn segir hluti við okkur þess að þú getur dottið, lyftan að bila, þú getur hrapað niður, þú getur dáið, eitthvað fyrir úrskeiðis. En Guðsríkið og Guð segir, Guð passar þig, hjá honum ertu alltaf örugg eða öruggur, ekkert slæmt getur hent þig, eitthvað fallegt og eitthvað gott að fara að gerast. Og þess vegna líka svo mikilvægt að við séum tilbúin að fara í aðstæður sem eru krefjandi fyrir okkur. Að við séum tilbúin að gera hluti sem reyna á okkur, gera jafnvel hluti sem við óttumst og hræðumst, til þess að geta vaxið með Guði. Til þess að geta æft okkur í að lifa í Guðsríkinu, í ljósi Guðs. Í þessu örugga trúartrausti. Af því að þegar ég lifi þar, þá veit ég að ég hef Guð sem faðir minn, sem er almáttur, alvitur og allstar. Og hann passa mig og hann passa börnin mín og fjölskylduna mína og ég trúi því og ég treysti í hjarta mínu að ég sé örugg, að börnin mín eru örugg og vernduð. Og þetta shift hefur verið að eiga sér stað innan með mér, stundum skyndilega, stundum smátt og smátt, þar sem ég að fara meira og meira frá því að reiða mig á sjálfa mig, að treysta á sjálfa mig að heiminn, eða eitthvað í heiminum með annað fólk, og reiða mig algjörlega og treysta algjörlega á Guð almáttugan og ekkert annað og engan annan. Og þetta hefur gert það verkum að ég ekki hrædd, að ég ekki lengur óttaslegin, að ég verði ekki lengur kvíðin.
Og daginn þá var ég undirbúa lesturinn í Syninum eigum við lækninguna. Þessi lestur á Spotify og YouTube undir Frelseskirkjan, ég geti fundið hann þar. Og þá fekk ég svo rosalega sterka og öfluga opinberun frá Guði, sterkari opinberun heldur en áður lækningu Jesú Krist og hvernig ég á lækninguna og heilbrigðið í honum. Ég á þessa lækningu og ég á þetta heilbrigði í honum. Og þessi lækning, hún átti sér stað þegar Jesús stóð á krossinum, hann tók á sig alla sjúkdóma, hann læknaði alla sjúkdóma og þessi lækning og þetta heilbrigði Guðs þarna úti fyrir okkur til þess að taka við. Þetta gjöf sem Guð að gefa okkur og við tökum við þessari gjöf í trú. Og það segir í orðinu að fyrir hans benjar erum við heil. Og þegar að tala benjar þá verður að segja að sárin sem að Jesús var sleginn með þegar hann gaf líf sitt á krossi, að vegna þeirra þá eigum við heilbrigði og lækningu í honum. Og þessi opinberun sem ég fekk var bara að ég get ekki orðið veik. Ég get ekki veikst af því að ég læknuð og heilbrigð í honum og ég á þetta. Ég á þetta í Jesú. Og sama á við börnum mín. Og það þýðir ekki að það get ekki dúkka upp einhver neikvæð einkenni. Það getur gerst, en þá það Guð að tala til mín og þá þarf ég að setjast niður með Guði í huglist og bæn og hlusta og biðja. Þá á ég ekki að bregðast við með að byrja að hafa áhyggjur af veikindum eða alvarlegum sjúkleika. Heldur leita hans og hlusta á hann. Guð talar, Guð læknar. Og þegar einhver neikvæð einkenni dúkka upp sem getur gerst, þá eðlilegt að komi alls konar hugsanir. Neikvæðar hugsanir, holdið okkar byrjar að engjast og segja þú ert að veikjast alvarlega, það eitthvað að þér, eitthvað hræðilegt að fara að gerast. Og óttinn og kvíðinn getur komið í hjartað ef við förum að trúa þessum hugsunum og við hleypum þeim inn í hjartað okkar. Og þá byrjar maður að hugsa og fókusa á þetta einkenni eða vandamálið og tala það og fókusa á það og hræðast það og þá fóðurum við það. Og þá stækkar það bara. Og áhyggjurnar geta tekið yfir hugan okkar. En Jesús sagði, ekki óttast, ekki hafa áhyggjur. Verið ekki áhyggjufull lífið þar. Hver getur með áhyggjum aukið eina spönn við aldur sinn, sagði Jesús í Mattheus 6:25. Og þetta vers orð Jesú og það sem hann sagði svo kröftugt og lífsbreytandi og máttugt að þegar við notum þetta vers, þegar við fáum áhyggjurnar, þá hverfa áhyggjurnar strax. Þetta svo magna, pröfið leið og ég heyri einhverja áhyggju poppa upp í huga minn, þá hugsa ég þetta vers og ég fer yfir það í huganum og áhyggjurnar hverfa leið og ég áfram í ljósinu. Ef ég leyfi hins vegar áhyggjunum að taka yfir og byrja að fóðra þær og hugsa þær og marinera sjálfa mig í þeim, þá ég komin inn í myrkrið, þá við komin í vantrú, vantraust og óöryggi og þá við að loka fyrir kraft Guðs til þess að blessa okkur, vernda okkur, gefa okkur öryggið sem hann og þráir að vera fyrir okkur í okkar lífi. Og þá getum við orðið kvíðin og óttaslegin og óörugg, þá fyrir við að reiða okkur á okkur sjálf eða annað fólk eða mat eða eitthvað annað úr heiminum og það þá sem slæmir hlutir gerast. Og við vöðum inn í myrkrið með neikvæðum hugsunum, vantrú í hjartanu og vantrausti. Og þarna þurfum við að sleppa tökunum og treysta Guði. Sleppa tökunum og treysta Guði og hætta að stýra og stjórnast. Og þegar við treystum Guði, þá lifum við í hans trausti og í hans ljósi. Og þá fyrir við líka að treysta okkur sjálfum og treysta öðrum leið. Amen. Í Jeremía 17. kafla er mjög merkileg vers. Þetta 5. vers og áfram. Það segir, trausti Guðs ekki manna. Svo segir drottinn, bölvaður sá sem treystir mönnum og reiðir sig á styrk dauðlegra. En hjarta hans víkur frá drottni. Hann eins og nakinn runni í eyðimörk og verður ekki hins góða var sem framhjá fer. Hann verður að búa í sviðnu landi í eyðimörkinni á óbyggilegri saltsléttu. Og hérna nákvæmlega að vera að tala þetta
þegar við setjum traust okkar á okkur sjálf, á heiminn, á aðra menn, þá erum við bölvuð. Af því að hjart okkar er að víkja frá Guði. Þá lokum við fyrir Guði ljósið, Jesús er ljósið, þá lokum við fyrir hann og við hleypum myrkrinu inn. Og það er þá sem að ógæfan hendir. Svo segir í 7. versi, blessaður er sá maður sem treysti drottni, drottin er athvarf hans. Hann er sem tré gróðursett við vatn og teygir rætur sínar að læknum, það óttast ekki að sumarhitinn komi því að lauf þess er sígrænt. Það er áhyggjulaust í þurru árferði og ber ávöxt án afláts. Og hérna sjáum við bara, erum við í andanum eða erum við í holdinu, erum við í ljósinu, erum við í myrkrinu, erum við í heiminum eða í Guðsríkinu. Þetta er munurinn. Og hann er sláandi. Það er enginn og ekkert sem getur vendað okkur betur heldur en Guð faðir okkar almáttugur. Það er enginn sérfræðingur þarna úti, sama hversu margar háskólagráður hann er með, sama hversu reynsluríkur hann er, sem veit meira eða betur heldur en Guð faðir okkar veit. Og það segir í Lúkasi 12. kafla að Guð veit hversu mörg hár er á höfði okkar. Svo vel þekkir hann okkur, betur en allir aðrir. Hann veit allt, hann hefur alltaf verið til, hann mun alltaf verða til, hann sér allt. Hann er búinn að vera til frá það er ekki bara utan allra tíma. Og alltaf oft erum við að leita eitthvað annað en beint til hans. Í gegnum Jesú Krist höfum við beinan og greiðan aðgang að Guði föður okkar. Og við þurfum ekkert annað. Þannig að traustið okkar, trúin okkar og öryggi okkar á að hvíla í og á Jesú Kristi, engu öðru og engum öðrum. Amen. Þetta er okkar val, þetta er okkar innri lífstíl. Það er ekki þannig, þetta er ekki svona einfalt bara leið og við frelsumst að allt verður fullkomið. Þú veist, jú, andinn okkar verður fullkominn þegar við segjum, ég trúi því í hjartanu, Jesús, að þú ert Guð og ég játa það með munninum og þá gerist stórkostlegasta kraftaverk sem til er, andi Guðs kemur inn í andan okkar, endurfæðir hann, við fáum nýjan anda fæddan af Guði. Og þá verðum við sálin okkar hólpin, við öðlumst inngöngunni í himnaríki Guðs. Og þetta er að stórkostlegasta og fallegasta gjöfin sem að til er frá Guði og við getum ekki dáið. Líkaminn getur dáið en ekki sálin okkar og andin okkar. Sálin er eilíf og spurningin er hvert ætlum við að fara eftir að líkaminn jarðist okkar hérna líkur. Og ef það er einhver að hlusta núna eða eftir á og hefur ekki ennþá stigið þetta skref að frelsast og endurfæðast eða er ekki viss en langar til að stíga, þá ætlum við að gera það í hugleiðslubæninu og eftir. Þannig að staldraðu við og stígðu þetta skref núna í kvöld. Þú finnur að heilagur andi stendur við hjartað, við dyrnar í hjartaniðinu og er að banka. Og við viljum hleypa honum inn. Og það er svo miklu, miklu, miklu meira heldur en þetta stórkostlega kraftaverk og þessi gjöf sem að himneskur faðir okkar vill gefa okkur. Líka hér, í þessu jarðneska lífi, ekki bara í eilíðinni. Jesús vill gefa þér líf í fyllstu gnægð. Hann vill gefa þér heilbrigt líf, líf í öruggu, trúar, trausti. Hann vill gefa þér kraft og vald yfir sjúkdómum, vald yfir kringumstæðunum, vald til þess að skapa þér það líf sem að þú þráir og vilt öðlast. Amen. Og í Hebreabréfinu í 10. kafla, það segir í 22. versi, við göngum því fram fyrir Guð með einlægum hjörtum í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd og með líkumum sem laugaðar hafa verið í hreinu vatni. Við göngum inn í Guðsríkið, fram fyrir Guð almáttugan, með einlægt hjarta í öruggu trúartrausti og við hreinsum alla hjá Guði og vantrú út úr hjarta okkar með Guði og við knýjum á hann í stöðugri bæn. Við biðjum án afláts og lesum daglega í orðinu og iðkum trú okkur. Og það að vera í stöðugri bæn eða biðja án afláts þýðir ekki að við séum bara allan daginn, alla dag á hnjánum heima hjá okkur að biðja.
það að vera stöðugur í bæn eða biðja hann afláts þýðir að við erum með hugan í stöðugu samtali við Guð. Að við erum með hugan okkar stöðugt fókusaðan á Jesú Krist. Þannig höfum við hann með okkur í öll okkar daglega amstri. Sama hversu smátt eða stórt það er sem við erum að takast á við, Guð hefur áhuga á því og hann vill gera það með þér. Hann vill vera með þér í því sem þú ert að takast á við. Það er ekkert sem að hann hefur ekki áhuga á sem þú ert að glíma við í þínu lífi. Hann elskar þig, þú ert dóttir hans eða sonur hans og hann vill ganga með þér alla daga. Amen. Og við lifum, og þetta þýðir ekki að við megum ekki gera neitt annað í þessu lífi en að lesa í Biblíunni og biðja og vera bara ótrúlega heilög. Þetta er ekki það sem þetta þýðir. Við lifum í þessum fallna heimi, jafnvel þótt að hann sé ekki okkar heimili. Og það segir í orðinu, allt er leyfilegt en ekki er allt gagnlegt. Og við lifum líf okkar eins og við viljum, en við veljum að hafa Guð, föður okkar, að algjöru aðalatriði í líf okkar. Ekki einhverjum auka atriði á kvöldin þegar við fyrir með bæninar. Ekki einhverju auka atriði sem við leitum bara til þegar það er eitthvað alvarlegt að. Ekki auka hlutur á sunnudagsmorgni þegar við fyrir á samkomu. Heldur er Jesús efstur í hjarta okkar og tími okkar með honum er mikilvægasti tímin okkar og gengur framar öllu öðru. Leiti fyrst hans ríkis. Ef við leitum fyrst hans með allt í okkar lífi, þá gefur hann okkur, þá opnar það leið fyrir Guð til þess að gefa okkur allt sem við þörfnumst og miklu fleira. Yfirflæðandi allsnægta blessun. Amen. Og ef það er misræmi milli þess sem að Guð er að segja okkur í orðinu sínu, annars vegar og hins vegar þess sem að heimurinn er að segja okkur eða annað fólk, þá þurfum við að velja hverju ætla ég að trúa. Og við þurfum að velja að trúa því sem Guð segir, af því að Guð er sannleikur. Það er það sem hann er, það er eðlans. Guð er sannleikur. Ísraelar, þeir voru í 40 ár að þvælast í eyðimörkinni þegar þeir voru leiddir út úr þrældómnum í Egyptalandi og áttu að ganga inn í fyrirheitna landi, þar sem allt var fljótandi mjólk og hunangi. Leið sem átti að taka 11 daga tók 40 ár og enginn af þeim sem að upprunalega fóru, sem voru í Ísrael þjóð, sem að upprunalega fóru út úr Egyptalandi, komust inn í fyrirheitna landið á endanum nema 2 menn, Jósúa og Kaleb. Og ástæðan fyrir þessu var vantrú. Það var vantrú þjóðarinnar. Jósúa og Kaleb voru þeir einu sem trúðu Guði og það er þeir sem komust alla leið. Og það er þannig í Biblíunni að samfélag okkar við Guð byggir á trú. Og trú er ákvörðun og trú er val sem við tökum í hjartan okkar. Fyrir trú erum við hólpin, fyrir trú erum við réttlátt. Amen. Amen. Og Jesús sagði, verði þér að trú þinni. Þannig að trú er ekki bara tilfinning, trú er kraftur og vald, Amen. Orka sem situr í hjartan okkar og mótar allan okkar veruleika. Og í Hebreabréfinu í 11. kafla 1. versi þar er trú skilgreind með þessum hætti. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem ekki er auðið að sjá. Og Guð segir að þessi sýnilegi heimur hérna, efnislegi heimur, hann varð til úr hinu ósýnilega. Og það er í hinu ósýnilega sem trú okkar, hugsanir okkar og orðin okkar starfa alveg svo Guð og heilagur andi. Og þetta er ekki ekkert, þetta er kraftur, þetta er vald, þetta er orka sem að móta, sem skapar, sem að hefur grundvallar áhrif á okkur sjálf, okkar líf, okkar heilsu, okkar árangur og okkar framtíð. Og þess vegna lögð svo rosalega mikil áherslu á það í Biblíunni að við séum að varðveita hjart okkar, að við séum að umbreyta hugafar okkar, að við séum að tala út líf og ljós en ekki myrkur, að við séum að blessa en ekki bölva. Amen. Amen. Og það segir í orðskviðunum í 18. kafla 10. versi, nafn drottins er sterkur turn, þangað hleypur hinn réttláti og er óhulltur. Og örugt trúartraust kemur þegar við hættum að fókusa á okkur sjálf,
á kringumstæðurnar, á veikindin, á stormin, á áföllin, á erfileikana, á hætturnar og við förum í staðinn að fókusa á Jesú Krist. Að fókusa á Guð. Að leita hans ríkis og lifa í því núna. Við leggjumst í hvíldin hans og við tökum við hans gjöfum og blessunum í trúm. Og við hvílum í öryggi Guðs, í friði Guðs og í lækningu hans. Og bara ímyndið ykkur pínu lítið nýfætt barn sem að hvílir í fangi pabba síns. Og pappin heldur að litla unga barninu og það sefur. Það er alveg rólegt í fullkomnu trausti og öryggi. Þetta litla barn er ekki að hafa áhyggjur af því hvað pappi missi mig. Hvað ef eitthvað slæmt er að fara að gerast. Það bara er. Amen. Og þannig getum við hvílt í fangi okkar himneska föðurs. Núna. Alltaf. Óháð kringumstæðan, óháð öðru fólki, óháð stöðu, óháð fjárhag, óháð barnæsku eða heilsufari. Og við ætlum að snúa okkur eftir að þessari skíða fyrir gær, af því að það var svo margt annað sem að gerðist, sem að reyndi á trúartrausti mitt í Jesú, og það kom strax þarna í stólalyfti ferð númer 2. Eina var ennþá fastur skíðaleiguröðinni, og ég farin að trúa því að það hafi verið Guð sem hafi verið látið það gerast. Svo ég geti farið ein með Guði og strákarna í þessar aðstæður sem í mínum huga voru krefjandi. Án þess að vera að treysta á Einar. Reynda voru 20 árið eitthvað síðan að hann fór í stólalyftu síðast, þannig ég veit ekki hversu mikil hjálp hann hefði geta verið hversu væri. Þannig að eftir að við vorum búin að renna niður á fyrstu ferðinni í fjallið, þá vildi strákarnir fara strax aftur í stólalyftuna, þannig að við drifum okkur og eldri strákurinn hann var algjörlega óttalaus. Bara þessi hræðsla sem hafði verið í fyrstu ferðinni, hún var bara alveg farin, sigruð, og hann bara vildi fara strax aftur upp og við fórum í stólalyftuna. Þegar við vorum svona tæplega hálfnuð á leiðinu upp, þá stoppaði lyftan. Og ég fór að útskýra fyrir strákurinn, þetta er alveg eðlilegt, stundum á fólk erfitt með að komast í lyftuna og svo hún fer örugglega bara af stað eftir smá stund. Svo bara var hún mjög lengi stopp, svo fór hún lafhægt af stað, stoppaði aftur, lafhægt af stað, stoppaði aftur. Og þegar þetta var búið að ganga svona í svolítið tíma, þá var ég farin að viðurkenna fyrir sjálfum mér, ok, það er eitthvað að. Það er eitthvað meira heldur en bara einhverjir erfiðleikum með að komast í lyftuna. Vírarnir löfðu svona niður á við og við vorum að rugga svona upp og niður og mér hætti að lítast á blikuna. Og ég passaði mig vel á því að vera út á við drengina, öryggið og afslöppunin alveg uppmáluð. Þetta er ekkert mál, þetta er allt í fína lagi, þetta er alveg eðlilegt. En innra með mér byrjaði að hrærast alls konar hugsanir og streita. Og mér fannst þetta rosalega óþægilegt og ég fór að hugsa, hvað ef lyftan er bara alveg biluð? Hvað ef við sitjum föst í marga klukkutíma? Hvað ef við þurfum bara að koma með lyftara og ferja okkur niður úr stólalyftunni? Hvað ef ég panika bara og við hröpum öll niður? Og holdið mitt var svo órálegt og myrkrið var að reyna að tosa í mig og pota í mig með þessum neikvæðu hugsunum. Og ég brást við með að fókusa á Jesús. Ég vissi að hann var þarna með okkur. Ég bara vissi að því að Guð segir að í orðinu sínu hann er alltaf hjá okkur, hann er alltaf með okkur. Og ef hann er þarna hjá mér og hann er Guð og almáttur, þá getur ekkert slæmt gerst. Þá er ég örugg og börnin mín eru örugg. Og ég fyrirgaf þessum aðstæðum og bað lítillar bænar í hjartanu og með strákunum mínum og við vorum að biðja góði Jesús, viltu laga lyftuna svo við komumst upp á fjallið og getur rennt okkur niður. Og leið og ég byrjaði að fókusa á Jesú, þá hurfu þessar hugsanir og þær kom ekki tilbaka. Af því að þær gátu það ekki. Af því að Jesús er ljósið og hann lýsir upp allt myrkur og myrkri kemst ekki inn í ljósið. Myrkri kemst ekki það sem Jesús er. Og við fórum upp, komumst upp á topp, rendum okkur niður, notuðum bara hina stólalyftuna eftir þetta, en það var þannig að eftir að við vorum komin upp, þeir voru hættir að hleypa fólkinu í lyftuna því hún var raunverulega biluð. Svo var hún bara, úr leik í langan tíma eftir þetta. Og ég fann bara hvernig trúartrausti mitt og öryggi mitt í Jesú var að styrkjast.
við það að vera í þessum krefjandi aðstæðum. Og þetta val að hlusta ekki á myrkrið þegar það reynir að troða óöryggi og ótta og hræðslu inn í hjarta. Ekki taka við því, ekki hlusta á þetta. Talaðu út í trú þar sem Jesús segir. Og svo þurfti ég líka mjög mikið á örugga trúartraustinu mínu að halda þegar strákarnir voru að bruna niður brekkurnar og ógna hraða og ég fara á eftir þeim. Þannig að þetta var, já, og þú veist, að sleppa þessari ofstýringu, að sleppa tökunum og bara treysta Jesú. Og því betur sem mér gekk með það, því betur gekk öllum. Því betur gekk strákunum líka að skíða niður. En það var þannig áður fyrr og fyrir mér þetta svo mikill sigur af því að ég var með rosalega kvíða. Ég var bara algjör kvíðasjúklingur hérna fyrir einhverjum mörgum árum síðan og áður en ég kynntist Jesú. Og eftir ég eignast eldri strákinn minn þá yfirfærðist þessi kvíði yfir á hann og ég var alltaf með áhyggjur á honum, óttast eitthvað slæmt kæmi fyrir hann, þú veist. Þegar við vorum að borða, þú veist, alltaf á matmálstíma þá var ég bara með kvíðahnút í maganum af því að ég var svo hrædd að maturinn myndi bara standa í honum, hann myndi kafna, þú veist, það var bara, ég var ekki að ná að njóta þess að vera foreldri út af því hvað ég var með mikinn kvíða. Og síðan þegar ég sá að kvíðin var að yfirfærast yfir á strákinn minn þá vissi ég að ég yrði að gera eitthvað í þessu. Og þá fór ég að leita allra leiða til að fá lækningu. Og það var þá í þeirri leit sem ég fann Jesús af því að hann lækningin og hann læknaði mig. Þannig að ég þekki muninn á vantrausti og óöryggi og vantrú annars vegar og hins vegar öryggi og trú og trausti svo ofboðslega vel að eigin raun. Og ég veit að líka að það eru allt of margir kristnir einstaklingar þarna úti sem eru ennþá þarna, sem eru ennþá í óörygginu og vantrúni og vantraustinu. Og þess vegna er svo mikilvægt að lesa í orðinu, predika þetta, tala þetta og hættum að fókusa á fjallið. Hættum að fókusa á vandamáli, veikindin, kringumstæðunar og fókusum á Jesús. Af því að þegar við gerum þetta, fókusum á kringumstæðunar og vandamáli, það er þá sem við förum að sökkva. Og það er sagt frá því í Matteus 28. kafla, þegar lærisveinar höfðu farið út á bát að veiða og siglt út á vatn og Jesús hafði farið einn upp á fjall að eyða tíma með Guði og biðja. Og það talaði það í Biblíunni að bátur lærisveinanna hafi verið komin langt frá landi og það var komin nótt og síðan gerði óveður. Það kom bara ofviðri og vont veður. Og þá kemur Jesús gangandi á vatninu til móts við lærisveinana og þegar lærisveinarnir sjá hann, þannig að labbandi á vatninu, þá verður þeim bylt við og þeir verða hræddir og þeir byrja að hrópa, þetta er vofa og þeir æptu af hræðslu, segir í Biblíunni. En Jesús sagði, verið hughresstir, það er ég, verið óhræddir. Pétur bregst við með að segja, ef það er þú drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Og hérna segir í 29. versi, Jesús svaraði, kom þú. Og Pétur sté út úr bátnum og hann gekk á vatninu til hans, til Jesú. En svo segir í 30. versi, en þegar hann sá ofviðrið, varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, drottinn bjarga þú mér. Og Jesús réttir þegar út höndina tók í hann og sagði, trúlitli maður, hví efaðist þú? Þeir stigu í bátinn og þá lægði vindinn. Þannig að þegar Jesús var með fókusun á Jesú og gekk út til hans í trú, þá gekk hann á vatni. En leið og hann tók fókusun af Jesú og hann fór að horfa á storminn og hann fór að horfa á kringumstæðurnar, hann fór að horfa á vatnið, óveðrið, þá byrjaði hann að sökkva. En þrátt fyrir það að hann var farin að sökkva, þá setti Pétur aftur fókusun á Jesús og hrópaði til hans og sagði, drottinn, bjarga þú mér, og Jesús rétti upp hendina og tosaði hann upp úr vatninu og bjargaði hann. Þannig að jafnvel þegar við erum byrjuð að sökkva, jafnvel þegar við erum búin að vera að horfa á kringumstæðurnar, veikindin, áföllin, þrengingarnar, erfiðleikana og við erum djúpt sokkin jafnvel, leið og við setjum fókusin aftur á Jesús og við hrópum til hans, þá réttir hann út hendina og dregur okkur upp úr feninu og bjargar okkur. Amen. Amen. Þá björgumst við og storminn lægir. Storminn lægir.
Og það segir í Hebreabréfinu í 13. kafla 5. versi: Guð hefur sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Því getum við örugg sagt, Drottinn er minn hjálpari, eigi mun ég óttast, hvað geta mennirnir gert mér. Hann segir þetta, ég mun ekki sleppa hendina af þér, ég mun ekki yfirgefa þig. Hann mun aldrei yfirgefa þig eða sleppa þér. Og Jesaja 27. kafla, 3. versi og áfram segir: þjóð sem hefur stöðugt hugafar, þú varðveitir heill hennar, því að hún treystir þér. Og hérna er Guð einfaldlega að segja, þjóð sem hefur stöðugt hugafar og treystir Guði, það er þess vegna sem að Guð getur varðveitt heill hennar. Það er ekki þannig að Guð gerir það einhverju skilyrði að við séum með stöðugt hugafar og við treystum honum, annars mun hann ekki passa okkur. Það er þannig að Guð gaf okkur frjálsan vilja og val og vald yfir okkar eigin lífi, og þetta vald og val iðkum við með því hverju við trúum, hugsum og hvað við erum að segja. Og þegar við veljum að hafa stöðugt hugafar og fókus á Jesús og treysta honum, þá opnum við leið fyrir Guð til að stíga niður og vernda okkur og blessa okkur og passa upp á okkur, er að fylgja mér. Það er þannig sem hann virkar. Svo segir áfram: treysti drottni aldur og ævi, því að drottinn er eilíft bjarg. Drottinn er okkar eilífa bjarg. Hann er björgunin okkar. Og svo spyrja suma kannski, ef það er þannig að Guð bara verndar mig og passa mig, get ég það bara vaðið uppi og bara sleppti ég að nota belti og sleppti ég að nota hjálm og bara keyrtur rosa hratt og við erum bara svo vitleysingur. Það er auðvitað ekki þannig. Við eigum ekki að freista drottins með fífldisku, við eigum að nota skynsemina sem Guð gaf okkur, og Guð bjargar meðal annars í gegnum sætisbelti, öryggishjálma, og hann bjargar meðal annars í gegnum kringumstæður og annað fólk. Það er ekki þannig að það er alltaf bara einhver yfirnáttúrulegur kraftur og himnarnir opnast og við teleportumst úr hættu og eitthvað annað. Guð notar fólk og kringumstæður til þess að gefa okkur það sem við þörfnumst. Og við ætlum að fara aftur í skíðaferðina frægu sem að var í gær. Og þegar við vorum að fara síðustu ferðina niður, þá vorum við búin að vera að skíða í alveg 3-4 klukkutíma og búið að ganga rosalega vel. Og við erum að koma á flegi ferðinni í fjalli og ég kem á eftir strákunum og er komin niður alla brekkuna, og það bara allt í einu, þetta gerðist svo skyndilega að ég sá engan fyrirvara á þessu, þá bara dett ég á mikilli ferð og ég snerist í brekkunni með hausinn niður og ég skall með hnakkan rosalega harkalega í brekkuna. Og ég fann svona að ég var aðeins vönguð og ég fann bara fyrir svona dungandi hausverk og ég þurfti smá tíma til að jafna mig eftir þetta. Og eldri strákurinn kemur til mín og knúsa mig og spyr hvort það sé í lagi. Og þetta var sko það harkalegt högg á hnakkan, ég man ekki eftir að fengi svona harkalegt högg. Og þetta var þannig að ég hafði enga stjórn á líkamanum mínum, hann kastaðist bara í þessu falli. Og sem betur fyrir þá var ég með hjálm sem að tók mesta höggið og ég byrjaði strax að finna fyrir þakklæti, bara vá hvað ég er þakklátt. Guð bjargaði mér í gegnum hjálminn. En leið og þetta var að gerast, þá fann ég líka að Guð hafði eitthvað með þetta að gera, að Guð var að tala til mig, að Guð var að segja mér eitthvað í þessum aðstæðum. Og ég fann svona mjög daufar óttahugsanir reyna að pota í mig. Vá, þetta var rosalegt högg. Kannski fékkstu heilahristing, kannski ertu með hálsskaða, kannski gerðist eitthvað varanlegt í höfðinu. Þú veist, þessar hugsanir sem að poppa upp og geta poppað upp hjá öllum. En þessar hugsanir, það hefur engin áhrif á mig. Jafnvel þótt ég væri með dundrandi hausverk, jafnvel þótt mér fyndist ég pínulítið ekki alveg 100% áttuð. Þú veist, ég var með svona slátt í höfðinu sem er alltaf eðlilegt eftir svona mikið höfuhögg, en ég var ekki hrædd. Ég var í öruggu trúartrausti að það væri í himnalagi með mig. Og ef eitthvað slæmt hefði gerst fyrir líkama minn, að þá myndi Jesús lækna. Það var örugga trúartrausti sem ég var í eftir þetta. Og ég fyrirgaf þessu, ég fyrirgaf fallinu og högginu og ég gerði þetta svona upp í hjartanu mínu, og eftir það var hausverkurinn farinn. Og í dag finn ég ekki fyrir neinu. Og ég veit að það er allt í lagi með mig. Og ég finn það innan með mér að þetta er að sama, að sko jafnvel ef
Ekki bara þegar við erum sokkin og við hrópum til Jesú og hann bjargar okkur, heldur líka þegar að þrengingarnar dynja á og áföllin gerast, að með fyrirgefningunni og með hjálp Guðs getum við orðið jafn heilbrigð eða jafnvel heilbrigðari eftir á. Þótt að svona hluti gerist eða alvarlega hluti gerist fyrir líf okkar þegar við leitum hans. Og í orðskviðum segir í 3. kafla 5-7 versi: Treystu Drottni af öllu hjarta en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegum þínum og þá mun hann gera leiðir þínar greiðar. Á öllum vegum okkar eigum við að minnast hans og horfa til hans og hann gerir leiðina greiða fyrir okkur. Og ég er svo þakklátt fyrir þessa reynslu að hafa að dottið þarna í fjallinu og að fara þarna með strákana í þessa lyftur, af því að þessi fullvissa í hjartanu mínu þetta örugga trúa trausti Guð sem að hann passi mig, hann verndar mig, hann passar börni mín, hann passar að sér til þess að það sé allt í lagi með mig, hefur orðið ennþá sterkara eftir þessa reynslu. Mitt hlutverk er bara fókus á hann og treysta honum og hlusta á hann og eiga samfélag mitt við hann. Og ég finn að ég þarf ekki að vera hrædd við að detta. Ég þarf ekki að óttast kringumstæðurnar eða ófriðin sem er í þessum heimi. Ég hef Jesús og hann er allt sem ég þarf og hann gefur mér allt sem ég þarfnast. Og ég er búin að gera mig grein fyrir því að raunverulegt öryggi felst ekki í kringumstæðum heldur í persónunni sem að Jesús Kristur er. Og með því að dvelja í hans návist, í hans ljósi og vinna því að hreinsa hjarta okkar, þá breytir við kraftinum í hjarta okkar úr ótta yfir náttúrulegt, guðlegt trúartraust og fullvissu öryggi í honum og trú sem að geti flutt fjöll. Amen. Amen. Við ætlum að fara núna yfir í hugleiðslubæn og þar ætlum við að skipta út vantrú fyrir trú, vantrausti fyrir traust og óöryggi fyrir öryggi. Við ætlum að taka við þessum gjöfum frá Guði og velja það að dvelja í öryggu trúartrausti til Guðs föður okkar, lifa í Guðs ríkinu en ekki í heiminum, í andanum en ekki í holdinu. Og síðan þegar við erum búin að fara með þessa bænir þá ætla ég bara að lesa nokkra sálma sem að fjalla þetta efni og þegar ég les út þetta orð sem er mjög kröftugt og lífsbreytandi, þá er það eina sem að við ætlum að gera er bara að opna hjarta okkar fyrir orðinu og hleypa inn í hjartað og leyfum bara orði Guðs að gera vinnuna og við gerum ekki neitt annað en að velja það að taka við því. Amen. 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 Þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir hvort sem hún situr eða liggur. Já, Jesús, ég bara legg þessa hugleiðslu og bæni þínar hendur. Ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þinn vilji nær fram að ganga hér í kvöld. Og ég legg hvert og eitt okkar sem er að hlusta, sem er að horfa í þínar hendur og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að gera kraftaverk, lækningar, tákn og undur í lífi sérhvers og eins sem er að hlusta í Jesú nafni. Amen. Og ég ætla að bjóða þér bara að draga djúpt inn andan og leyfa þér að slaka bara á, loka augunum og ég ætla að byrja að fylla hugan af Jesú. Og við ætlum að fara með nokkra bænir núna og þú mátt endurtaka eftir mér í hugaðinum, í hjartaðinu og gera þessa bæna þinni. Kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndir mínar. Takk fyrir að gefa mér nýjan anda, heilagan anda. Og ég opna hjarta mitt fyrir þér, Jesús. Og ég hleypi þér inn.
Og ég iðrast þess að hafa sett eitthvað annað ofar í hjarta mitt en þig. Og ég vel að setja þig, Jesús, allra efst í mitt hjarta. Og ég vel að taka við þeirri gjöf og þeirri blessun sem þú vilt gefa mér núna. Og ég kem fram fyrir þig, Jesús, og ég afhendi þér allt vantraust, alla vantrú, allt óöryggi og allan ótta. Og ég fyrirgef þessu og slepp þessu til þín. Og ég vel þig, Jesús, sem mitt öryggi. Þú ert mitt traust. Og þú, Jesús, ert mín trú. Og Guðs ríkið er mitt heimili, mitt athvarf. Og ég vel að stíga núna inn í ljósið þitt, Jesús. Það sem að blóð þitt hreinsa mig. Það sem að orð þitt læknar mig. Það sem að sál mín hvílist og ég lifi í öruggu trúartrausti. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú hjálpar mér að endurnýja hugarfar mitt. Og ég gefi þér iðrun mína fyrir öll þau skipti sem ég sneri hjarta mínu frá þér. Fyrirgefðu og ég þakka þér fyrir að þú hefur fyrirgefið mér. Og ég tek storminn, áföllin, vandamálin, vanlíðanina, áhyggjurnar og erfiðleikana og fyrirgefi þessu öllu og afhendi þetta til þín. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur læknað þetta. Og nú ætla ég bara að bjóða öllum að
bjóða þér bara að sitja í þessari hvíld Guðs eða liggja í þessari hvíld Guðs og opna hjarta þitt núna fyrir þessum versum úr sálmunum sem ég ætla að tala út. Ég ætla að byrja hérna á versi í Jesaja sem er 40:10. Óttast eigi því að ég er með þér, vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Og þetta er Sálmur 46, 2. og 3. vers. Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Því óttumst við eigi þótt jörðin haggist og fjöllin steypist í djúp hafsins. Og þetta hérna er Sálmur 27, 1. vers. Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Og Sálmur 27, 3. vers. Þótt að her setjist mig, óttast hjarta mitt ekki. Þótt að stríð brjótist út gegn mér, er ég samt öruggur. Og þetta er Sálmur 56, 4. til 5. vers. Þegar ég hræðist set ég traust mitt á þig, með Guðs hjálp lofa ég orð hans. Ég treysti Guði, ég óttast eigi. Hvað geta dauðlegir menn gert mér? Og hérna er Sálmur 91, 1. til 7. vers. Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka. Segi við Drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans máttu hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi, eigi þarft þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga, drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Og hér er Sálmur 112, 7. til 8. vers. Þú þarft ekki að kvíða ótíðindum, hjarta þitt er stöðugt, þú treysti Drottni. Hjarta þitt er óhult, þú óttast ekki. Og Sálmur 23, 1. til 4. vers. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiði mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sæki nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Amen. Við ætlum að bara sita núna í svona 1 til 2 mínútur, bara í nærveru heilags anda. Mér langar að biðja hans fyrir öllum sem eru hérna. Já, heilagur andi, viltu biðja fyrir fólkinu? Viltu biðja fyrir líf þínum? Ég biðja Drottinn að senda orð þitt inn í hjörtu þeirra sem að hlusta og lækna í Jesú nafni. Ég þakka þér fyrir að þú opnar augu, þú frelsar huga og hugafar fólks
Og þú setur innsigli á varir þannig að fólk tali bara út líf og lækningu og ljós. Og þar sem að hjartað hefur verið snúið frá þér, Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú snýrð hjörtum aftur til þín. Þú snýrð öllu hjartanu, fyllilega til þín núna í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir að þú lýsir upp allt myrkur sem hefur verið til staðar og þú setur bara ljós þitt umhverfis og inn í hjörtu allra sem að hlusta núna í Jesú nafni. Og ég tala líf þitt, heilagur andi, og ljós þitt og lækningu þína núna inn í hjarta og inn í líf og inn í líkama allra sem að hlusta í Jesú nafni. Fyrir þínar benjar erum við öll heil. Amen. Og ég sé bara svona styðjandi hendi föður okkar á himnum, svona verndar hendi yfir líf allra sem að hlusta núna. Hann skjöldur okkar, vernd okkar, það segir í orðinu, hann vörður okkar og hinn vondi getur ekki snert okkur. Amen. Þá megum við bara draga djúpt inn andann og opna augun hægt og rólega.